Góðan daginn ágætu vinir og velkomin. Við erum mætt á staðinn okkar því að við viljum að kallinn tækja sig gleraugun, ekki? Það má einhver gleyma. En við erum sagt komin á staðinn og við ætlum að heyra hvað lifandi Guð segir við okkur. Hann hefur margt að tala til okkur og veit þangan og veit þanga hjartans og hann vil snúa honum til fylgis við sig því að þannig líður manninum enda best og þetta er reynsla sem Drottinn gefur af göngunni. Við megum aldrei gera lítið úr reynslunni okkar, hvorki í trúnni á neinu öðru sviði lífsins. Allt er þetta nú reynslur sem við eigum og sumar voru kannski ekkert sérstaklega góðar en viti menn, margar af þeim hefur Drottinn umbreytt til blessunar og það bara sýnum við með því að við erum svolítið að gera aðra hluti í dag en við kannski vorum þegar við vorum ungir menn og ungar konur. Þá vorum við nú kannski ekki alltaf merkt hygninni og viskunni. En í mörgu erum við það í dag og hefur vaxið og skerpst á því öllu saman eftir að trúin kom til skjalanna vegna þess að hún er bein vísbending til viskunar og beinir sjónum og hjarta sinna mann og kvenna til viskunar sem er þá leið trúin sjálf, orð Guðs, samfélagi og það allt saman. Þannig ávinningurinn er mestur hjá fólki sem að tekur trú en það þakkar sér ekki það því að trúin, hún er utanaðkomandi, hún er gjöf og gjöf er frá einhverjum og frá hverjum er þessi trúarlega gjöf, ég held við vitum það, að hún er frá Jesú Kristi sjálfum, frelsaranum, drottni drottna, konungi konungi og ekkert minna heldur en það. En það þarf mjög öfluga trú til að sjá þetta með þessum hætti sem ég hygg að fæstir okkar gerum og náum varla uppi nema bara svona rétt undir iljarnar á þessu afli en það er nótið þess að trúin hún viðhelst, heldur áfram að vera það sem hún er, og við að skerpast að þessu leyti það sem hún er, vera vissir það hvað hún er og við með tímanum og fyrir margt löngu vonandi erum orðnir vissir að þetta sé leiðin sem við munum fara eftir þangað til bara jarðvistinni líkur, enginn veit það nema Guð einn. Og er það ekki bara ágætt að vita sem allra minnst það. En við fengum að vakna inn í þennan dag og við sáum að hann var sólbjartur, hvað sem okkur finnst það. Dagarnir á undan voru nú svona svolítið regnvættir og gærdagurinn bara allhvass á köflum. En við lifðum það nú allt saman af. Við gátum lofa Drottinn í rokinu þá, ef svo bara undir, hvort sem við gerðum það með upplyftum höndum eða upplyftu hjarta, en allavega mættu við deginum í trú á lifandi Jesú Krist og heiðruðum hann að svo litla stund alltént með því að vera í nærveru hans og á samfundum með honum. Því okkur er boðið þetta á hverjum degi og raun og veru eins oft og við viljum. Hann ítur okkur ekkert frá sig, bara ef við komum þá bara opnast allar dyr og við gjörum þið svo vel, við erum velkomin. Og sumir hafa tamist við þetta og sumir hafa gefið þessu lengri tíma en aðrir á degi hverjum, en mörg af okkur höfum þó komist það langt með okkar trú að við verjum einhverju stund daglega með hinum upprisna Jesú.
og það alveg skiljanlega ástæða fyrir því að svo sé, því að við höfum áttað okkur á mikilvægi þess að halda þessu sambandi, séð svo margt sem við getum alveg heimfært upp á okkur ef við viljum, hvað maðurinn sveiflóttur, hort á eftir sumum bræður okkar og systra út úr húsinu eða út úr trúnni eða líklega út úr trúnni og farið með sjálfans í alls konar þvælu sem eru í raun og veru allt aðvarandi til mín og þín sem getum svo hæglega sagt úr því að þetta fólk lenti þarna, því þó ekki ég. Og við bara bendum á staðrendir þegar við segjum ekki ég þessu fólki neitt öflugri. Þannig að við sjáum að það ekkert annað en heimska að læra ekki af því sem við sjáum nemum og vitum að í orði Guðs sem aðvörun til okkar að fara ekki inn á þessa brautir. Sumir fara inn á þessa braut og hina, gera það nú líklega vanhugsað ráð vegna þess að það svo margt sem getur gripið okkur sem ekki neitt guðlegt endilega og fer með okkur út og suður vegna þess að það svo margt í okkur sem að bresta, gagnvart lifandi Guði, gagnvart því sem við vorum svo heilluð af þegar við eignuðumst það og gengum alveg út úr heilluð lengi það stutt, sumir lengi, en svo allt í einu byrjaði að fjara undan og jafnvel annað að rísi upp í okkur sem að fekk okkur til þess að vera áfram, en við sáum ekki, skynjum ekki breytingarnar sem voru komnar, en Drottinn gerði það. Og hann því miður gat ekki nota þetta eins og þetta var komið og reynir auðvitað róaði í öllum árum að þetta hverfi og maður bara verði aftur sá sem að Drottinn gerðan, en ef það tekst ekki, þá ekkert annað að ræða en bara leysa vininn frá störfum eða vinkonuna og setja einhvern annan í hans stað. Þetta mjög skýrt merki með Sál konung og Davíð. Sál konungur fyrsti konungur Ísraels og hann kom að beiðni Ísraels manna. Og ég alveg sannfærður það að Drottinn var alveg með fullan huga á því að láta Sál gegna þessu embætti og hefur alveg örugglega treyst honum til verksins. En það var útilokað að hann gæti nýtt sér þennan mann nema að hann 100% væri með augun á sér. En hann gerir það til að byrja með, þetta greinilega hann hefur verið trúaður maður. En svo fór að koma fram í honum vegna auðvitað álagsins, því að það náttúrulega talsvert mikið embætti að vera konungur yfir einni þjóð og mikil ábyrgð og margt sem að hvílir á þessum mönnum. Og það fer að bresta í einu ýmsum þáttum í stjórnarferli Sáls og hann sýnir af sér alls konar hugleysi og hugdegslu með því sem hann að gera og kjarkleysið hans á endanum eiginlega gerir að verkum að hann eiginlega afsalar sér með óbeinum hætti krúnni. Drottinn allavega sér þetta gerast og hann fer af stað og hinn ennþá konungur Sál og finnur mann sem hann var búinn að hafa augastað á. Hvenær sem það gerist, það veit ég ekkert en það alveg greinilegt að Davíð konungur, ekkert endilega fyrirfram orðin einhvað í augum Drottins, annað bara einhver maður sem þarna. En þegar þetta gerist með Sál, að þá fer hann að leita eftir eftirmanni Sáls og finnur Davíð konung og hann krýnir hann mjög fljótlega til konungs, en eftir því sem mér skilst, ég náttúrulega ekki alveg endilega fróðastu maður þetta, þá séu þarna einhverju áratugir frá því að smurningin á sér stað, þangað til Davíð verður þessi konungur. Og Sál fær af þessu veður að það sé búið í raun og vera að smyrja annan til konungs og hann fyllist bara heift og hatri gegn Davíð
og reynir margoft að fyrirfara honum og hann á eftir honum eins og, hann bara á eftir honum og Davíð á flótta undan Sál lengi. Hann var hvergi óhultur, gat aldrei frjálstöfuð strokið á meðan að þetta ástand var og þetta langt tímabil sem að þetta tvennt þetta svo margt sem svo skrítið hvernig Drottinn oft vinnur, maður ekki alveg að átta sig á þessu, en það alveg ljóst að á einum stað þegar Sál sem sagt gerir ekki allan vilja Guðs og það gerist í einhverju herferðinni, honum sagt að þyrma engu, drepa allt, menn og fénað, þetta svo sem ekki fallegt, en þetta voru fyrirmælin frá lifandi Guði, en Sál lætur undan mönnum sínum að einhverju leyti og hann skilur eftir þó nokkuð eitthvað að fé og einhverjum búpeningi. Og Samúel, spámaðurinn sem flutti honum skilaboðin, hann verður bara æfur vegna þess að hann sér að Sál hefur ekki gert allan vilja Guðs og sá hann ekki sjálfur að farga þessum ágætu skepnum sem þarna voru, minni það. En þarna staðurinn sem að Sál, konungur, missir krúnuna. En samt kemur hinn ekki á vettvang í stólinn hans fyrir en löngu seinna. Og þó aldeilis orðinn reynslunni ríkari að því og hefur náttúrulega þróast og sjóast í verkinu sem framundan og þessi átök og þessi slagsmál Davíðs og Sáls í raun og veru gerir hann að þeim manni sem að Drottinn vildi alltaf sjá í þessu embætti og Davíð maður sem að Drottinn gefur þau frábæru ummæli að sé maður eftir sínu hjarta. Ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta áður nokkurn annan mann en hann segir þetta auðvitað Jesú Krist, sinn eingetna son, það ekki spurning. Þannig að það svo margt sem að þarf að ígrunda í trúnni og það svo margt sem að sett fram vegna þess að þetta hefur í raun og veru ekkert breyst. Við þurfum hvert og eitt okkar að ganga okkar eigin trúargöngu eftir þessu mjóa vegi, læra prívat og persónulega inn á hvað það að ganga trúarins veg og læra af því prívat. Og það reynsla mín sem að gerir mig að þeim trúaða manni sem ég í dag. Margir hafa lagt gott eitt inn í púkkið og sagt mér margt reynslu sína og svo framins sem að getur nýtt, en samt mín reynsla hvað ábyggilegust fyrir mína trú. Og þetta alveg eðlilegt með það yfir sér og bakvið sig og í sér að Drottinn sé með á þessari göngu. En það liggur alveg fyrir að til þess að þetta sé með þessum hætti þarf ég að leyfa honum að fylgja mér. Það nefnilega svo merkilegt með Drottinn, svo margt merkilegt með Drottinn, að ég þarf í raun og veru að fara til hans og taka í hönd hans og hann verður sem sagt og þannig leiðist við dagsins veg. Og svo kemur nýr dagur, þá verði ég í raun og veru að gera sama. Ég þarf að fara til hann og við höldum áfram frá þeim stað. Og svona hefur þetta verið í þau trúarár sem ég búin að vera í þessu, að ég hef þurft að fara þangað. Og ég ekkert einn, við höfum öll þurft að fara þangað sem hefum viljað taka trú okkar alvarlega og gera hana þannig úr garði að hún sé þá þessi trú sem Drottinn vill að sé tilheyri mér. Bara rétt eins og Sál sem byrjaði vel og var Guðs maður allt saman það. Hann var einhverju stað að því hann var huglaus kallinn, hann var kjarklaus. Það var hægt að tala hann til og hann lét undan vilja fólksins allt of mikið og það var til þess að Drottinn fékk nóg af þessu og sá
að hann var ekki maðurinn til þess að vera konungur yfir sinni þjóð þegar við verum að athuga það að við erum að tala þjóð Guðs númer 1, 2 og 3, gyðingana. En þeir eruðu að hafa yfir sér konung sem að væri stýrt og stjórnað af Guði sjálfum. Og Sál, blessaði kallinn, hann var ekki þessi maður og inn kom þess að Davíð sem að, eins og við vorum að tala áðan, Drottinn gefur orðum að sé maður eftir sínu hjarta. Þetta nú aldeilis stór og mikil meðmæli sem að, sjálfsagt enginn á okkur hefði neitt á móti að eiga. Kannski á þetta einhver í dag, ég veit ekkert það en það skiptir kannski ekkert öllu máli en væri auðvitað gaman fyrir viðkomandi sem að ætti þetta. En Davíð átti þetta og við sjáum þetta þegar við lesum sögu Davíðs að hún á einu stað er þetta sagt hann og við vitum að orð Guðs er sannleikur og þannig að þessi orð eru líka sannleikur. Og Davíð náttúrulega ekki fullkominn maður, hann sýnir af sér alls konar bresti og veikleika, við sjáum það og Drottinn ekkert að hlífa honum við því að birta þá. Af hverju? Af því að hann að sýna mér að hann að nota menn, hann að nota menn sem hann hefur valið sjálfur og hann spyr mig ekkert það hvaða menn þetta eru. Eða samtíma Davíð, hann var ekkert að leggja þetta undir einn eða annan hvað hann vildi, heldur voru nú bara fyrirmælin þau, á þeim tíma voru spámenn og þeir fengu frá Guði eitthvað að gera þetta og þessi spámaður fékk orð frá Guði það að hann ætti að finna þennan mann, hann að Davíð, smyrja hann til konungs og blessa hann inn í embættið. Þetta voru nú skilaboðin sem að þessi ágæti spámaður fékk. Og hann bara gekk á stað, eins og þeir gerðu þessir menn, þessi spámenn á þeim tíma, þeir bara gengu á stað og framkvæmdu vilja Guðs að þessu leyti. Eins var með Sál að hann fékk auðvitað skilaboð frá spámanni og það var þessi ágæti Samúel sem að fylgdi honum, hvort það var Samúel líka sem að smurði Davíð, ég man það ekki, jó var það ekki, ég held það. Nema hvað, að þarna eru komnir menn sem að eru svona með sitt hvort álit hjá Drottni vegna þess að annar, hann byrjaði vel, það eru margir á okkur sem byrjum vel en endum í einhverju vitleysu, en svo það þessi Davíð sem að Drottinn segir að sé maður eftir mínu hjarta, en Drottinn hann var náttúrulega vitni að því eins og við, vegna þess að við erum að lesa Biblíuna, það var alls konar brestir í Davíð. Hann tók til að mynda konu eins hermannsins sín sem að var honum trúr og dyggur og þjónaði honum dyggilega og vel og hann átti með henni barn og náttúrulega sá upp á sig skömmuna og ætlaði að afgreiða málið með kyrrð í leynd með því að gefa út fyrirmæli, hann var náttúrulega konungur og menn fóru eftir því sem hann sagði, en setiði hennan mann í fremstu vílínu, þar sem bardaginn harðastur og hörfiði svo undan honum á þess að hann viti að því. Þetta náttúrulega varla til meira lúa bragð heldur en þetta, en þetta það sem að skeiði, þeir sem fara þarna fram og hann byrjar að berjast við óvininn innan gæsalappa og svo hörfa þeir allir burtu og þetta voru bara fyrirmæli sem þessi blessuðu hermenn höfðu og hermenn í her þeir hlýða fyrirmælum svo allt í hennu strákreið orðin einn og náttúrulega með ofurefli slíkt að engin leið var fyrir hann að komast lifandi frá þessu og hann féll þarna og þetta voru bara fyrirmæli sjálfs Davíð sem að Drottinn segir að hann hefði haft hjarta eftir sínu höfði og núna eftir þetta og þegar uppkomst hver var sökudólgurinn í málinu þá sýnir Davíð það að hann sé þessi maður með þetta hjarta.
Það kemur til hans spámaður og segir segir ykkur að sögu mann sem átti eina gimbur sem var honum allt í lífinu og annar maður sem átti allt sem hugurinn gintist, alveg breiðurnar af fé, hann kemur til þessa manns og rænir af honum gimburinni, þessu maugasteini hans. Og Davíð verður náttúrulega aldeilis foxillur yfir þess og segir komið með þennan mann og ég skal sjá til þess að hann fái makleg málagjöld. En þá fær hann skvettuna í andlitið frá þessum manni, spámanni, sem bendir á Davíð og segir þú ert maðurinn. Þá vaknar Davíð og hann bara hrynur saman. Hvað hef ég gert? Hann hrundi saman. Og hann náttúrulega iðrast af öllu sínu hjarta sem segir mér það að hann eiginlega var bara orðinn forhertur og þegar menn eru orðnir ákveðið mikið forhertir þá hætta þeir að sjá. Hann sá því ekkert athugavert en þó að hann væri þarna eiga við þessa giftu konu. Og þá var komin barn undir og vandræðin bara framundan. Hann var að leysa þau einhvern veginn og það var eina leiðin að sem sagt bara láta drepa eiginmanninn, þá var þessi kona orðin ekkja og þá mátt hann eiga hana. Þannig að þarna alveg skelfilegt plott í gangi hjá manni sem að Drottinn segir hafði hjarta Guði að skapi. En sjáu þið hvernig Drottinn velur menn. Enginn af þessum mönnum var fullkominn. Og þú getur bent á sjálfa þig og sagt sama, ég er ekki fullkominn. En þarna sýnir Drottinn Davíð af sér þessa kallmennsku. Að hann bara, vá maður, hvað hef ég gert? Og iðrunin kviknaði í samræmi við verkið. Þannig að hún hefur verið djúp. Og Drottinn blessaðan, fyrirgaf honum þetta og blessaðan og reist hann upp í fyrri stöðu og það er ekkert víst að þessi saga hafi birst fyrir en eftir daga Davíðs og kannski sannarlega flestir vitað þetta bara eins og ég sem lesið í orði Guðs. Það er ekkert víst að þetta hafi neitt farið hátt á meðan að þessir atburður voru. En þó veit ég ekkert það, ég er auðvitað bara að hugsa upp átt, en hvað það, hann iðrast, fær fyrirgefningu Drottins og ummæli sjálfan sig, maður eftir mínu hjarta. Við sjáum hvernig Guð er. Hann er ekki að biðja, hann er ekki að ætlast til þess, jú kannski ætlast hann til þess, en hann er ekki að biðja það að við séum fullkomið fólk. Hann gefur iðrunina og hann gefur öllum iðrun sem að brjóta af sér, en það er ekki víst samt að allir taki við iðruninni og framkvæmi iðrunina. En það er iðrunin sem kallar fram fyrirgefningu Guðs. Ef engin iðrun þá er heldur engin fyrirgefning frá Guði. Þetta er ákveðin leyndardómur sem er gott að hafa í huga því að svona virkar þetta, svona er Guð. Við sjáum að þarna hefur orðið alveg skelfilegt afbrot og glæpur í raun og veru, bara grimmur glæpur. En vegna þess að Davíð gerir það sem hann gerði, þá voru honum fyrirgefið þessi stóri glæpur. Myndi við fyrirgefa þetta? Alveg örugglega ekki. En getum við þakka fyrir það að ég er ekki Guð og þú ert ekki Guð. Guð er Guð. Og hann hefur þetta hjartalag að fyrirgefa mönnum, sjái hann ástæðu til þess að fyrirgefa mönnum og hann
sér iðrunina og hún því ástæðan. Það ekki til neins að fyrirgefa hvorki mér eða þér ef ég sé ekki að neitt sé að því að gera það sem ég var að gera. Og það nú bara fjöldinn allur sem sér ekki það sem hann að gera, og eftir því að dæma sé ég ekki að Drottinn sé með fyrirgefninguna yfir lífi þessara mann og kvenna sem þannig ástatt Þannig við sjáum að það gagn af kennslunni, það gagn af þessum sögum í Biblíunni, en ef við notum ekki þessar sögur til að skoða sjálfu okkur með þeim, þá til harla lítils gagns að vera að þessu. En það alltaf einhverjir sem að taka upp þann þráðinn að skoða sjálfan sig út frá því sem þeir lásu og vita að í Biblíunni til að læra, til að styrkja sjálfan sig í sinni trú og á mjóa veginum til lífsins, og vera ekki of að berja sig fyrir það sem gerðist, því að Drottinn hefur fyrirgefið það sem gerðist af iðruninni sem þú komst með til hans vegna atburðarins. Og við vorum að tala það áðan að líklegt og öruggt var að iðrun Davíðs rosalega djúp. En það alveg ljóst að hann sér þetta ekki fyrr heldur en að spámaðurinn kemur og bara talar beint til hans og segir: þú ert maðurinn. Þá bara fór allt af stað og hann sá alla ferlana alveg fram og tilbaka og plottið og þessi svörtu hugsanir sínar, það komu allar fram bara á færibandi. Og hann hrynur saman. Og iðrunin í samræmi við þetta. Og þetta það sem Drottinn vill sjá, hvort sem með mig eða þig. Hann vill sjá þessa iðrun. Því að iðrun, eins og við höfum ofta verið að tala hér, leið að sjá verkin sín. Án iðrunar engin verk til að sjá, og við höldum áfram að réttlæta það sem við erum að gera. Hvað sem það hversu ómögulegt sem það þá nú maðurinn einu sinni þannig, hann getur réttlætt þetta allt. Og hvað stendur eftir? Öllum að kenna nema mér. Það stendur eftir. En það var ekki það sem skeði hjá Davíð. Það var bent á hann: Davíð, þú gerðir þetta. Og hann sagði: já, ég gerði þetta. Og þar með var hann kominn með náðina aftur yfir sig frá Guði, fyrirgefningana alveg í gegn, og Drottinn búinn að reisa hann upp á samri stundu upp í það sem hann áður var. Og það talað Davíð sem einn besta konung sem Ísraelsmenn hafa haft. Og hann hefur verið kennari margra allan heim, gegnum orðið auðvitað, því hann náttúrulega löngu farinn. Við erum enn að læra af þessum meistara Davíð. Við erum enn að skoða sögurnar og við erum enn að tala það að hann var maður eftir Guðs hjarta og vitum núna ástæðuna fyrir því að hann fékk þessi ummæli frá honum. Við vorum að tala iðrunina. Við sjáum hvílíkt afl hún andspænis lifandi Guði. Hún lykill. Þess vegna megum við ekki gleyma því að við þurfum á sömu stöðum að eiga þetta til að geta gripið til iðrunarinn, en hún líka gjöf. Iðrun bara opinberun frá hæðum. Iðrun kemur ekki bara að því bara. Iðrun kemur að því að Drottinn með hana yfir, svo fleygir henni á viðkomandi. Við sjáum þetta mjög vel með Davíð. Þegar hinn var búinn að tala þessi orð út og hvernig hann lippaðist niður undan sektinni sem hann viðurkennir.
undan sektinni og í kjölfari kemur upp þessi iðrun. Drottinn, þú verður að fyrirgefa mér. Þú verður að hjálpa mér í gegnum þetta. Þú verður að hjálpa mér til þess að rífa mig upp úr þessu og sjá til þess að þetta gerist aldrei aftur. Það er iðrun. Við sjáum að við verðum að geta horfst í augu við þetta og okkur sjálfuð þetta. Það er þetta sem Drottinn á við þegar hann segir að hann sé Davíð sem maður eftir mínu hjarta. Ert þú maður eða kona eftir hjarta Drottins? Ég bið já að þú hafir þessi meðmæli frá lifandi Guði og ég bið það fyrir sjálfan mig að ég sé þessi manneskja. En ég hef leiðirnar og þess vegna erum við að rækta okkar trú daglega. Við erum ekkert að því bara til þess að þú hafir einhvað til þess að hugsa Það er gott að segja einhvað sem að aðrir hafa að hugsa vegna þess að þetta er góð hugsun. Hún er fyrst og fremst fyrir mig sjálfan. Þetta er það sem ég prívat þarf að eiga og þú segir þetta fyrir sjálfan þig. Þetta er eitthvað sem ég þarf að eiga prívat. Og þess vegna erum við með þessar sögur. Þær eru fyrst og fremst setta fram til að við gerum ekki slíka ósvinnu. Mundu það. Þær eru fyrst og fremst til þess. Þegar við sjáum í hvers slags óörlögum ógöngum Davíð setur sjálfan sig í af sínum verkum. Þessar sögur allar eru fyrir mig til að læra af. Og ég er alveg pottþéttur á því að fleiri en okkur grunar hefur lært af þessu og því forðað sér frá einhverju hyldýpi sem annars hefði kolst yfir hann. Drottinn dælir út kennslunni sinni alveg út í eitt og það er ástæða fyrir því að hann er að dæla öllu þessu út. Það er ekki til þess að íþyngja mér og þér. Þvert á móti eru þær setta fram til að forða mér frá einhverjum ógöngum. Það er því slæmt ef við tökum ekki trú okkar alvarlega. Né viljum gera neitt meira með hana þannig séð, þetta er bara svona notalegt og fá svona smá fiðring sig þegar manni líður illa, en trúin er miklu meira heldur en það. Hún er styrkur, hún vill vera styrkur í mér. En það er með hennar styrk að hann byggir smátt og smátt upp og meira og hraðar ef að ég er duglegur að sækja þessa fundi með Drottni og sækja í efni sem að Drottinn setur fram, hvort sem þetta efni eða frá bræðurum og systurum, sem eru að gera sama og hér er gert. Þetta er svona meiningin og bakvið þetta. Hún er ekki til þess að einhver geti slegist á brjóst og ég er mikill og merkilegur alltaf hjá Guði. Þetta vel vera viðkomandi sé það, en hann gerir þetta af þörf og engu öðru en þörf fyrir sér sjálfan og fyrir sína trú. Það er markmiðið með öllu þessu sem við erum að gera í Jesú nafni og við sjáum það að það er ekkert annað en gott markmið. Það er mjög gott markmið. En þetta er alveg hellingsvinna, því get ég lofað þér. Það hefur verið öllum mönnum og konum hellingsvinna allar götur frá því að trú fyrst var iðkuð. Þannig það er ekkert af þessu átakalaust, það er ekkert af þessu án vistra fórna, en þetta er allt saman með þeim merkjum að þetta kemur allt margfalt tilbaka og það er ávinningurinn hjá fólki sem vill fara þessa leið. Að þetta vissulega getur verið erfitt,
en ávinningurinn miklu, miklu meiri og hann förum við að sjá og hann hrestur okkur við þegar eitthvað kemur yfir okkur sem vill mæða okkur, slá okkur svolítið út á laginu. Og við tökum þessar sögur alvarlega og við segjum að við viljum fara þessa leið sem að gerði þessum mönnum og konum sem að ritaður í Biblíunni gott, en við verum ekki fara þessa vegi sem að þess og hinn fór sem að olli bara tjóni fyrir líf viðkomandi. Og þegar þú lest Biblíuna með þessum augum og hugafæri, þá ertu að lesa hana með réttum hætti, því hún þarna, orðin þarna til þess að þetta benda þér á þessa þætti. Og til þess að ná þessu, þá þarftu trú sem undirstrikar þetta allt í þínu hjarta. Aftur komum við að því, aftur segjum við það fullum fetum hve mjög trúin sé nauðsynleg. Hún algjör lykill á göngunni trúarins veg. Og þetta ekki bara orðin frá mér, þetta segja öll mín systkini hvar sem í heiminum og hafa gert á öllum tíma og mælt sannleikan í öllu sínu veldi með því sem að fólkið að segja. Þannig þessi verið að segja hér, það ekkert af þessu ný frétt. Ekki stafkrókur hefur aldrei heyrst áður. Kann að vera einhverjir sem að hlusta sé að heyra að þetta fyrsta skiptið, en þetta búið að vera talsmáti í gegnum aldirnar og árþúsundin þess vegna. Þetta bara endalaust hringur, það endalaust verið að endurtaka sömu setningarnar. Og við segjum að við þurfum að heyra þetta. Og þess vegna líka erum við í raun að viðurkenna að við erum ekki búin að fá nóg. Við erum ekki orðið þreytt á þessu, en við erum búin að heyra þetta mörgum sinnum og erum að heyra sumt af þessu enn einu sinni. Hvernig getur staðið á þessu? Orðið fyrst og fremst lifandi. Það partur af þér. Það hluti af þér. Og þegar það fer af stað, þá virkar eitthvað í þér. Snertistu með ákveðnum hætti. Aftrúniðinni, afgjöf heilags anda og öllu hinu sem Drottinn hefur til þess að fóðra þessa trú með. Hún lifandi afl í þér. Og hefur alltaf verið lifandi afl því hún hjá Drottni og hann lifandi og það sem hann gerir lifandi. Þannig það í sjálfum sér ekkert furðuverk að við þetta haldi vakandi í okkur athyglinni. Það ekkert sem getur haldið athyglinni eins vel vakandi eins og trúin þegar hún nær því marki að snerta þig, frá tá og upp í höfuð. Bara trúin getur gert þetta, en hún gerir þetta. Þess vegna það svo mikilvægt að við séum vakandi og sofandi í okkar trú, þá hún að öllu leyti og 100% í okkur virk. Og það vil segja mér það, að því að hún virk að öllu leyti, sé ég alltaf móttækilegu fyrir því sem Guðs og það ekki léttvægt fundið skal ég segja ykkur. Það mjög mikilvægt að eiga þetta til og þetta getur þú átt. Þú þarft bara að stefna sjálfum þér rétta stefnu og þú færð stefnuna uppgefna hjá lifandi Guði. Hann segir þér framhaldið og ég lofa þér því að hann bendi þér fyrst og fremst á orð sitt. Fyrst og fremst á samfélagið sitt og hafa samfélag við aðra trúaða menn og konur. Hann bendir á þessa þætti því að þessir þætti þeir starfa andspænis augum Guðs saman. Ekkert af þessu hægt að aðskilja. Þeir sem hafa skilið einhvað af þessu frá, þeir svona haltrandi við þetta.
hvorki fugl eða fiskur í trúnni. Og það getur aldrei verið vilji Guðs. En það er svo margt sem við getum tekið upp okkar arma og sagt jafn gilt ykkur öðru. En Drottinn hefur spyrt þetta svona saman og þetta verður ekkert aðskilið. Vertu bara í þessu öllu. Og Drottinn mun sjá að þetta virki eins og það á að virka. Og það getur ekkert verið neitt nema akkur í slíku að gefa Drottni slíkt leyfi. Það getur ekkert verið neitt nema akkur í því. En þetta ekki orðið ágætt í dag hjá okkur og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.